Góðan daginn. Fyrir hönd RIK þá langar mér bara að bjóða ykkur all hjartalega velkomin á þennan fyrsta fyrirlestur á haustmisseri 2021. Ég heiti Katrín Ólafsdóttir og ég doktorsnemi við menntavísindasvið og einmitt líka þáttakandi í þessari fyrirlestraröð en var beðin að koma hingað í dag og kynna hann Gústaf sem hérna út all til leiks. En Gústaf Adolf Bergmann Sigurbjörnsson doktorsnemi í heimspeki og stundakennari við Háskóla Íslands og rannsakar samskipti og samskiptavanda út frá sjónarhornum fyrirbærafræði og félagsþekkingarfræði. Og í þessum fyrirlestri sem við fáum að hlýða á hérna í dag ætlar Gústaf að kynna fyrirbærafræðilegar nálganir á skilningi okkar á öðru fólki og reifa tengsl samkenndar og samskipta. Hann mun sýna hvernig skilningur á samþættingu þessara tveggja fyrirbæra gefur okkur svona fyllri mynd af því í hverju það felst að trúa þolendum. Hann mun líka draga upp mynd af því sem hann kallar vitnisburðavæðingu frásagnarinnar og hvernig hún spilar stóran þátt í því hvernig okkur mistekst stundum að skilja hvert annað. Enn fremur þá mun hann sýna fram á hvernig skilningur á sambandi samskipta og samkenndar dýpkar skilning okkar á tjáningu mismunandi reynslu heima og hvernig þetta síðarnefnda eitt þeirra stóru verkefna sem gerir MeToo svo mikilvægt. Að þessu sögðu þá langar mér bara að bjóða Gústaf velkominn og að stíga á stokk og ég býð allavega mjög spennt eftir að heyra hvað hann hefur að segja. Herri, já, takk fyrir komuna. Þegar þú byrjar að lesa lýsinguna og þá rann það upp fyrir mér að ég var ekki búin að kíkja á hana ekki lengi, en ég var ekki viss alveg. Óguð, ég að fara að gera eitthvað annað heldur en ég sagðist alltaf að gera lýsingunni. Herðu, en ég að fjalla þetta málefni og ég búin að gera svona smá þrískiptingu sem reynda birtist ekki aftur í glærunum, bara svona pínu svona pínu dagskrá á því sem ég ætla að reyna að gera og ég ætla að vera alveg heiðanlegur, ég veit ekki hvað fyrirlesturinn minn langur. Þannig að við sjáum bara til hvað hversu langt ég kemst eða hvort ég klári þetta og við hefum fullt af tími umræður. Herðu, en við þannig að það sem ég ætla að gera fyrst að setja á svið svona smá fræðilegan bakgrunn, bara svona basic, bara svona pínu segja ykkur hvað fyrirbærafræði og félagsþekkingarfræði sem það sem ég fæst við svona mestu og ég ætla að reyna að vera ekki of djúpt í þessu. Ég langar meira að tala dæmin og leyfa okkur svona aðeins að velta fyrir okkur svona vonandi nýjum hliðum að hvernig við getum nálgast þessi málefni. Síðan ætla ég að varpa fram svona frekar djarfri fullyrðingu. Ég segi staðreyndir eru aukaatriði og við sjáum bara síðar hvað ég ætla að reyna að segja í þessu og síðan ætla ég að tala eins MeToo og eðli frásagnarinnar. Við byrjum kannski bara á því aðeins og því ég gera mig grein fyrir að fólk veit ekki kannski hvað fyrirbærafræði bara svona almennt og yfirleitt. Og fyrirbærafræði sem sagt ein af svona kjarnastefnum heimspekinnar á 20. öld, vinsæl á meginlandi Evrópu. Og ég býst við að þið kannistu engu nöfn á það, sérstaklega Simone de Beauvoir og Martin Heidegger kannski líka. En upphafsmaðurinn í raun og veru Edmund Husserl sem svona hefst handa við þetta verkefni í byrjun 20. aldarinnar og í alveg blálok 19. aldar og hann sem sagt setur sér það markmið að sem sagt stunda nákvæma greiningu á reynslunni. Það svona fyrstu persónu sjónarhornið svona sett í forgrunn og pínu að átta okkur á því hvernig veruleikinn birtist okkur. En hann sem sagt beinir sjónum sínum ekki bara að skynreynslunni eins og maður myndi kannski halda, heldur þetta líka bara spurning skynjun en líka bara hvert eðli minnisins, hugmyndana sem við höfum, bæði bara í svona ídir eins og starffræðileg hugtök og þess aftar, en segir líka bara hugmyndir okkur það hvernig heimurinn hann spyr spurninga hlutveruleikann og hvert eðli hlutveruleikans og hvernig birtist hlutveruleikinn okkur
samveruleikan kalla ég hérna það sem hann kallar á þýsku eða á ensku kalla ég intersubjectivity. Ég ákvað þarna á seinustu sekúndu að hætta við að bera fram hlut á þýsku sem ég get illa gert. Og síðan eru hérna hugtækjan sem lífheima sem hefur síðan breiðst út og notað í ýmsum öðrum fræðigreinum í dag. Og þetta sem sagt svona almenn greining á reynslu okkar og það sem kannski mikilvægt kannski átta sig á að hann sem sagt sko að stilla sér upp á móti það sem myndi kalla svona náttúruvísindalega nálgunum á því að skilja hvað upplifun reynsla Þannig að hann sem sagt þegar hann talar reynslu sem sagt að útskýra eða skýra hvernig þessi formgerð reynslunar þá hann ekki sem sagt náttúruvísindalega nálgunin sem beinir sjónum sínum að svona orsakatengslum og við þurfum að velta fyrir okkur hvernig birtist taflan þarna mér og þá eitthvað ljós sem varpast á töfluna og það inn í auga á mér. Það ekki útskýringallan sem hann að reyna að fá sem sagt, að grundvalla. Heldur að útskýri raun og veru hvernig taflan birtist mér bara hér og nú í minni upplifun. Og það sem sagt hugtak hérna sem kannski mér langaði svona bara að varpa fram, það kemur fyrir aðeins seinna í fyrirlesturinn líka en líka bara áhugavert út af því að þetta sem sagt hugtak sem svona pína að skjóta upp kollinum, minnst svona í opinberu umræðu. Michelle Obama notar þetta einhvern tímann til að tala reynslu kvenna. Og sagt, þetta hugtak hérna Leibniz eða lived experience sem svona grundvallar hugtak í fyrirbarafræði og maður getur þýtt sem lifð reynsla eða leyft sér svona kallaða hérna upplifun og aðskili hérna það þetta lykilatriði hérna að við sem að greina það sem lifað. Býtum við 11 mínútur. Já, ok, það eitthvað svona pínu hérna. Ég ætla að nota klukkun á hérna tækinn til að vita hvað klukkan en hún ekki rétt. Síðan félagsþekkingafræði sem svona hitt sviði sem ég að beina og þar félagsþekkingafræðin, hún beinir spjótunum að klassískri þekkingafræði. Klassísk þekkingafræði mjög svona, hún beinir svona sem rosalega mikið einstaklingnum, hvernig heimurinn birtist honum, hvernig vitum við það sem við vitum, einmitt þetta, hvernig virka skynreynsla og hvernig lætur hún okkur vita, eða hvernig öðlustu þekkingu og réttlætingu á því sem við vitum. Og félagsþekkingafræðin, hún sem sagt beinir sjónum sínum að því hvernig þekkingu til í samfélagi, hvernig hún samfélagslega skilyrt og hvernig þekkingu miðlað. Og það sem sagt það seinasta þarna sem svona undirgrein félagsþekkingafræðina sem kölluð þekkingafræði vitnisburðar sem svona rosalega mikið að fást við hluti eins og MeToo og þess aftar. Og ég svona fæ að skjóta inn svona bara aðeins almennara mitt verkefni og svona bakgrunnin á því að þá sem sagt kem ég minn bakgrunnur fyrirbarafræði og sérhæfing í fyrirbarafræði og mikil rannsókn á verið samkennd og í hverju felst, hvað felst í samkennd og og sérstaklega sem sagt í tengslu við það sem við kalla samhuglægni eða intersubjectivity, hvernig heimurinn birtist okkur alltaf sem einhver svona sameiginlegt verkefni okkar allra. Og síðan flétta ég inn í sem sagt félagsþekkingafræðina með sérstakri áherslu á það sem við kalla þekkingalegt óréttlæti eða epistemic injustice sem sumir kannski hafa heyrt sem sem sagt hugtak sem búið til af konu sem Miranda Fricker og fæst við svona í raun og veru óréttlæti sem hlýst af því að vera ekki tekin sem vitund að vera ekki tekin sem einhver sem veit hluti. Og það sem gerist þegar ég byrjaði þetta verkefni að ég rosalega mikið að pæla í fordómum og eðli fordóma, reynsluheimum almennt og því sem kalla lífheimar í fyrirbarafræðinni eða Leibniz-velt og árekstrar þeirra og þá í þýskunni þá talaði heimvelt og fremdenvelt, heimar og framandheimar sem við erum alltaf einhver svona átökum og við erum alltaf að reyna að skilgreina okkur út frá þeim. Og það sem ég fer að pæla í með þetta Miranda Fricker að Miranda Fricker að skrifa talar kynferðislega áreitni og hvernig hugtaki verið til á 8. áratugnum. Og það svona vekur áhuga mín og ég fer að pæla því í 2016 og þá allan svona mín upplifun var að það var engin svona almenn eða svona mjög takmark almenn umræða kynferðislega áreitni og voru svona smá bylgjur sem komu stundum en síðan ári síðar að þá bara skalla á MeToo og þetta einhvern veginn og það sem ég búin að magnað, ég var nefnilega með pínu svartsýnn og hélt þetta eina af þessum bylgjum sem myndi bara koma og fara en þá náttúrulega
erum við ennþá að tala þetta í dag sem náttúrulega svo ótrúlega magnað og og mér finnst bara svona nauðsynnin, ég bara á meðan ég var að skrifa glærurnar og búið til glærurnar bara í gær, þá kemur Agnes Tirop hlauparinn sem finnst látin á heimili sínu en síðan kemur á daginn og var stungin ógeðslega mikið af eiginmanninum sínum, og síðan kallaspjallið, tóku eftir því í gær líka, var í fjölmiðlum, þessi hvað segir maður, þetta botfall sem fólk að tjá sig og síðan Elísa Reid sem ekki einu sinni nafngreind í fréttum. Þannig að þetta svona mjög mikilvægt. En það sem mér finnst það sem ég ætla kannski aðeins að horfa á í raun og veru hvernig umræðan áreitni og ofbeldi hún rosalega fókusuð á okkur þekkingarlegan grunn. Spurningum, hvað vitum við, hvernig getum við vitað og hverjum eigum við að trúa. Þekkingafræðin snýst þekkingafræði vitnisburðarins hvernig hef ég réttlandingu að trúa því sem ég trúi. Og í það sem vakti áhuga minn samt, þegar ég að lesa þekkingafræðilíteratúrinn og að pæla í þessum hlutum með augum fyrirbarafræðingsins, að þetta hugtak empathy, sem ég þýði á íslensku sem samkennd, það skýtur upp kollinum. Og þetta hugtak, en það sem er kannski áhugavert við það hvernig það skýtur upp kollinum í þekkingafræðilíteratúrnum, að það er nánast aldrei skilgreind, eða mjög yfirborðskennda skilgreiningar og við vitum ekki alltaf alveg hvað áttir við með samkenndinni og það er talað að við þurfum að auka samkennd eða nota samkennd til að skilja fólk betur, talað samkenndarþjálfun, það talað að vera, Miranda Fricker talar að vera dygðugir hlustendur, við þurfum að temja okkur þekkingafræðilega dygðir til þess að skilja hvert annað og í því felst einmitt líka að auka með okkur samkennd. En hvað er samkennd? Og það er þetta ég ætla að bomba á okkur nokkrum skilgreiningum og hugsunum samkennd, en það sem er rosalega áhugavert með samkennd og empathy-hugtakið að það er bara ekki nokkurn skapaðan hlut. Ekki hvað við að kalla þetta, ekki hvað við hvað eiginleiki þetta hvernig annað fólk birtist okkur, hvort að þetta fel í sér upplifunir okkar sjálfra, að ég þurfa að upplifa einhverjar tilfinningar til þess að veita einhverjum öðrum samkennd og þess aftar. Ég tók bara úr íþróttabók og þá sálfræðin skilgreinir samkennd sem hæfileika til að skilja tilfinningar annarra og að vissu marki taka þátt í þeim. Og þetta ekki galið, en ég með uppi á samkennd empathy Einfühlung, í þýskunni þetta Einfühlung og það það sem Husserl talar allan framan af sem skilgreiningu. Það sem hann að tala þegar hann að tala það sem við köllum að ég ætla að kalla samkennd. Og Einfühlung þýtt yfir í empathy á ensku, þannig að þetta sprotin þarna og við erum síðan að taka enska hugtakið yfir í samkennd. En ef þið flettið upp samkennd í orðabók að þá þetta alls konar og það sem áhugavert að þetta eitthvað sem beinist að viðfákinu sinu á mjög fjölbreyttan hátt. Þið takið bara eftir að ég seti með einhverjum tvisvar, ég ætlaði örugglega að skrifa eitthvað annað. En að til dæmis eins og samúð að finna til með einhverjum, ég kem kannski að því aftur og eftir að finna til með einhverjum versus að í raun og veru bara þekkja tilfinninguna sem hinn aðilinn hefur. Þannig við þurfum aðeins að samlíðan, já, það örugglega það sem átt að vera með. En það rétt, og svo ég með neðst innlifun sem kannski fæstir hafa heyrt og það áhugaverð tilraun til þess að þýða í raun og veru Einfühlung og innfinning hefur líka verið gert og þá þetta spurning að Einfühlung upphaflega
ég fari í oflangan út úr hérna, að einfjólning uppalega þýðing á, er þess að nota til þess að skilja hvernig við erum lifum okkur inn í listaverk. Og það tekið þaðan inn í sko, umræðina hvernig við erum að skilja hvert annað. Og og innlifun er tilhörin eða innfinning, einfjólung, og er tilhörin til að gera það og sumir fræðimenn vilja með þýða einfjólung sem intropathy en ekki empathy. En nóg það sem ég ætlaði kannski að horfa hérna á er samkvæmt sálfræðinni hæfileiki til að skilja tilfinningar annarra og vissu marki taka þátt í þeim. En hvorki er ljóst hvað það er að skilja tilfinningar annarra, né hvað það fælist í að taka þátt í þeim. Og bara til þess að gefa, sko, eins og segi, þetta er mjög umdeilt, það eru mismunandi stefnur sem takast á við hvernig bæði í heimspeki og hugrænum fræðum, cognitive science og í taugalíffræði og sálfræði, hvernig við erum að skilja þetta allt saman. Þannig ég ætla svona að binda mig bara við Edith Stein, sem var nemandi Husserls og doktorsnemi og þetta er doktorsverkefni hennar sem hefur reynst mjög áhrifaríkt og er enn lesið og skemmtilegt að sjá hvernig þarna birtast í ennþá deilurnar sem eru að mörgu leyti ennþá í gangi í dag það hvert hugtakið er. Í fyrirbarafræði að þá er lögð áherslu á það að samkenndin felst í þessum eiginleika okkar að sjá annað fólk sem vitundarverur, sem í raun og veru einhver svona lífræna einingu sem birtist mér ekki, það er ekki þannig að fólk birtist mér sem einhverjar vélbrúður sem hafi síðan einhverja sál á bakvið sig sem ég síðan svona dreg ályktanir að sé til staðar, heldur að það er einhver svona birting í raun og veru á því þeir birtist mér sem vitundarverur bara svona sjálfkrafa, það er sem í raun og veru tegund skynjunar eins og hann segir. Þess að hún vil meina að þetta sé í raun og veru sín eigin formgerð af skynjun. Þeir eru vitundarverur sem beinist að sama heim og ég grunninn á sambærilegan hátt. Og í eðlilegum samskiptum að þegar við erum að interakta að þá erum við að ákvarða heiminn á saman. Við svona stólum við svolítið á hvert annað til þess að ákveða hvernig heimurinn er og hvað sé rétt og rangt það. Það sem hún fyrirbarafræðin og Edith Stein leggur áherslu á er að þetta er bein upplifun. Hún segir hérna, ég sé reiðina í kreftum hnefa. Þetta er svona mjög vinsæll frasi, ég sé reiðina í kreftum hnefa, ég sé sorgina í tárunum, ég sé umhyggjuna í famlæginu. Og það verið að tala þessa birtingjurunur, hvernig reynslan birtist mér, eða hvernig reynsla ykkar birtist mér í þessari gagnvirkni. Og það sem ég langaði kannski líka að leggja áherslu á er að hún, það sem Stein gerir og er mjög áhugavert, er að hún talar sko að við fylgjum með. Ef við ímyndum okkur að ef ég er vinur minn er með mér í rýminu og vinur minn er reiður og ég beini athygli mín á honum og hann birtist mér sem vitundavera og allt það, en reiði hans birtist mér á þann hátt að ég einhvern veginn fylgi með honum inn í reiðina. Ég sé heiminn, ef ég í raun og veru skil tilfinningar hans á einhvern svona réttan eða fyllan hátt, að þá fylgi ég með honum inn í reiðina á þann hátt að ég sé hvernig heimurinn birtist honum reiðilega, eða hvernig viðfang hans birtist honum reiðilega. Þannig ég fylgi honum með svona í gegn, en það þarf ekki að vera þannig að ég sjálfur upplifi reiði. Skiljið. Þetta er það sem ég myndi vilja kalla svona samkennd í því að þetta er þessi eiginleiki að geta einhvern veginn fylgt með og við stöndum einhvern veginn svona hliðun á honum og þetta er það sem ég ætla kannski að koma á eftir að þetta gerum við líka þegar fólk er að segja okkur frá að þegar við skiljum fólk kvillilega þá svona fylgjum við með inn í frásögnuna og skiljum upplifanir þeirra í gegnum það og síðan þegar ég gengi í gegnum þetta þá get ég stigið tilbaka, segir Stein og séð ferli sem einhverja heild, ég get skilið reiðina sem einhverja svona heild sem býr innra með honum en vísar einhvern veginn út af við. Og það er svona mikilvægt með þetta dýnamiska ferli. Þá komum við aðeins að Me Too. Og ég ætla svona að stökkva núna yfir í Me Too. Ég er búin að fræðilegi grunnurinn svona kominn að einhverju leyti.
og það sem ég ætlaði mitt svona einblína á það sem ég kalla staðreyndamiðaða nálgun og það sem við erum að sjá í umfjöllunum MeToo að það kemur alltaf einhver gaur og byrjar að grafa undir frásögnunum. Það kemur einhver frásögn og svo byrjar botfallið að tjá sig og það að tala dómstól götunnar og slaufunar menningu og brjálaða feminista sem við þekkjum öll og mynd af brjálaðum feminista. Þetta Venus flytrap að fara að éta viðfangið. Og spurningin alltaf hvað getum við vitað? Og þessi klassíska fullyrðing, eigum við ekki að bara láta réttarkerfið þetta. Og viðbröðin núna, sem er svolítið áhugavert og ég ætla að koma aftur að, viðbröðin núna, MeToo-hreyfingin er náttúrulega svona, búin að þróast og viðbröðin núna ég trúi þér. Það það sem fólk að gera og hoppa inn á fræði og ég ætla núna að koma með bombuna, sko. Og ég ætla að segja, og ég ætla að eyða restina fyrirlestunum pínu að verja þessa afstöðu. Ef að í ljós kæmi að allar þær frásagnir sem komu fram í MeToo reyndust ósannar, þá myndi það litlu breyta samfélagslegt mikilvægir hreyfingarinnar og því að við ættum að taka mark á því. Ok. Herru, þá förum við og pælum aðeins meiri í MeToo. Þið hafið eflaust séð þetta á einhverjum tímapunkti. If you've been sexually harassed or assaulted, write MeToo as a reply to this tweet. Þetta Alyssa Milano sem þetta upphaf MeToo-hreyfingarinnar. Og hún leggur áherslu á, við ætlum að skoða það betur, we might give people a sense of the magnitude of the problem. Það stærðargráða vandamálsins verður svona það sem henni gengur til að láta sjást. Og það sem ég ætla að gera ég ætla aðeins að brjóta niður, ég ætla að segja markmið MeToo innan gæsalappa út af því að MeToo er fjöldahreyfing og það er svona erfitt með fjöldahreyfingar að segja að þær hafa eitthvað eitt afmarkað markmið og þaðan að síður einhver kall geti komið á skilgreint markmiðin. Þannig að ég ætla að fara varlega í það. En ég ætla að gera varpa upp svona þrískiptingu, sko. Og fyrir það fyrsta sem skiptir máli og við sjáum rosalega mikið af tjáning einstaklinga á upplifun sinni. Þegar maður skila skömminni, að fá að koma sér bara hreinlega frá sér, að létta á sér og síðan fá viðurkenningu á reynslunni. Það ein birtingarmynd. Síðan erum við að reyna að varpa ábyrgð yfir á gerendur og þar skömminni skilað. Það einhverjir sem eru teknir fyrir og þar oft sjáum við nafngreiningarnar sem við erum að reyna að og við sjáum kannski, erum búin að sjá svolítið mikið á núna náttúrulega í kringum KSÍ og þar markmiðið náttúrulega líka svolítið að það sé einhver fólk í sviðsljósinu sem fær bara að lifa lífinu eins og ekkert hafi skorist. Þannig að þolendurnir þurfa að lifa með afleiðingunum en ekki aðrir. En síðan það sem mér finnst mikilvægt eða það sem ég ætla að reyna að leggja áherslu á, þetta allt mikilvægt að sjálfsögðu, það sem ég ætla að leggja áherslu á, að birta ákveðna mynd af veruleikanum. Og þar kemur fram tjáning sameiginlega reynslu heima, sýna stærð vandamálsins eins og hún að tala og svo samskiptin, þessi MeToo, ég trúi þér og ég styð þig. Það það sem við erum að sjá núna. Og ætla ég að leggja áherslu á þetta. En við sjáum að það sem ég vil segja að við sjáum einhverja svona formgerð sem ég ætla að varpa fram að þetta svona subjektmiðað, gengur út frá veru sjálfsveru þeirra sem að taka þátt í hreyfingunni. Þetta gengur út á objekt viðfang hreyfingarinnar sem eru gerendurnir. Og síðan þetta sem ég ætla að reyna aðeins að fá að draga fram í dagsljósið þetta samfélagslega. Ég ætla núna að búin að vera, hvenær byrjaði ég? Hvað hef ég mikinn tíma? En við erum bara til eitt, eða ekki? Já, ok. Þannig ég ætla að sjá hvað ég get farið fljótt í kraft að gera þetta. En ætla að vinna þess með þessa samþættingu og ég ætla að
taka þetta nokkra tilvætnir frá Merleau-Ponty. Ég ætla ekki endilega að færa neginn svona skýr rök fyrir sig, ég bara svona vona einmitt þetta að þið þekki, það er sem ég kannski að varpa fram einhverju sem ég kannski kannist við. Og og það sem ég að reyna að draga fram mikilvægi í raun og veru þessari samþettingu samkendarinnar og að skilja einhver svona dýpra og fyllra heldur en bara orðin sem eru sögð. Og segir hann, Merleau-Ponty, people speak to me and I understand. When I have the feeling of dealing only with words, it is because expression has failed. Hann að tjá þetta að og ég meina við könnumst kannski við þetta, ég sérstaklega maður að rífast á internetinu, að þegar fólk fyrir að brjóta nýja setningunar manns og stöku orð og eitthvað svona dót og pikka í það sem maður að segja, að þá einhvern veginn upplifir maður að fólk sé ekki að fatta, það ekki að ná tengingu við okkur. Og hann heldur áfram, kemur við living relation sem tengt þessu erlefnis eða lived experience. The living relation between speaking subjects is masked because one always adopts as the model of speech the statement or the indicative. One does so because one believes that apart from statements there remain only stammerings and foolishness. Þannig hann að varpa fram hugmynd að sko áherslan á það að skilja tungumáli og samskipti út frá að módeli sem við notum þessar sko fullyrðingar og ábendingar, að það verður trufla okkur að skilja hvert svona heil lifandi samband sem við erum í stað í samskiptum. Og síðan kemur þessi hugmyndan sem það sem kallað transcript í raun og veru. Það að, ég ætla ekki, stoppa ekki lengi við þetta, en það þessi hugmynd að sko skráning samtalsins að það it lacks the presence of those who were speaking, að skráningin að hún skilur ekki alveg eftir allt þetta sem skiptir máli. The surplus of meaning yielded by gestures and faces especially give the impression of something happening of discovery and continuous innovation. Þannig að þetta lifandi samband þegar við erum að interakta við hvert annað. Og það sem mér finnst merkilegt við þetta og við ættum að svona taka, mér finnst að við ættum að taka með okkur frá Merleau-Ponty að þessi líking sem hann netur, hann talar ég raun og veru að taka líkingu sem hann notur það að skilja bókmenntir og hvernig bókmenntir hafa áhrif á okkur. Og hann segir mér langar að lesa þetta alveg. The flow of words from which a book is made is bound together by an almost imperceptible inflection of ordinary usage. Og við ætlum að taka eftir þessu inflection the consistency of a certain eccentricity. On entering a room, one can see that something has been changed without being able to say what. On picking up a book, I find that all the words have changed without being able to say into what. As an innovation of usage defined by a certain consistent deviation, which we are unable to explain at first. Hugmyndinni í raun og veru hvernig hugsanir annarra hafa áhrif á skilning okkar, hvernig raun og veru getur orðið svona vörpun. Ég kalla hliðrun, hann talar inflection og consistent deviation og hvernig raun og veru við erum að lesa eitthvað og það einhvern veginn hann talar við náttúrulega getum sko hörfað undan þessu sko. I find that all of the words have changed without being able to say into what. Þannig að við lesum einhvern höfund og við tengjum ekki við hann og þá leggjum við frá okkur bókinu og höldum ekki áfram að lesa. En síðan þetta ástand þar sem við lesum bækurstundum og þær breyta hugsun okkar og þær hafa áhrif á hvernig við skiljum og skynjum heiminn. Og það sem hann segir once I've acquired this language, I can easily delude myself into believing that I could have understood it by myself because it has transformed me and made me capable of understanding it. Svo þessi svona viðsnúningur að sko ég tileinka mér hugsun höfundarins og held síðan eftir á einhvern veginn. Ég eigna mér í raun og veru hugsunarbreytinguna og gleymi því hvernig ég var fyrir áhrifum. Og það sem mér finnst áhugavert þetta hugmynd það sem ég kalla svona skilbragð á veruleikanum eða að vera það sem ég langar að varpa þessu yfir á í raun og veru það hvernig við skiljum heiminn almennt að við höfum okkur svona skilbragð á veruleikanum og að það sem bókmenntatextar eða MeToo-hreyfingar eða einhver svoleiðis getur gert að hafa valdið þessari hliðrun
og kynnt fyrir okkur mismunandi skynbragð á veruleikanum. Og það sem svona mikilvægt hér er að þetta snýst ekki staðreyndina beint, heldur hvernig staðreyndina tengjast og hvernig lífureynsla og upplifun okkar af því sem hlutverulegt eða það objective samtvinnast. Og það sem kannski mikilvægt hér að þessi hugmyndum skynbragð eða tala sense of the world á ensku, tilfinningu fyrir heiminum, einhver sem sem sagt bundið við meira heldur en bara vitneskju eða þekkingar eða staðreyndir og snýst líka hrif og tilfinningar, vana og venjur, eðlileika og sambönd. Þannig að þetta svona fjölþættari heild sem skiptir máli og sem við erum að svona hnika til. Og ég lofa víst að tala vitnisburðarvæðingu. Ég með einaglæru vitnisburðarvæðingu. En sem sagt vitnisburðarvæðingin, hún snýst einmitt að fá frásagnir, og þetta það sem við sjáum í MeToo, að frásagnir eru meðhöndlaðar eins og við séum í dómsal. Við erum ekki að interakta, við hættum einhvern veginn að interakta við manneskju eins og sé persóna sem eru á einlægni að lýsa reynslu sinni, heldur einhvern veginn við stígum tilbaka. Við fylgjum fólkinu ekki inn í frásögnina, við lífum ekki með þeim inn í það sem þau eru að segja okkur, heldur þeim í fjarlægð og og það sem við tendum til að gera þetta einmitt þegar skynbragðið of mikið á skjön við það sem við erum vön að upplifa. Þannig að við leyfum okkur ekki að verða fyrir áhrif frá öðru fólki. Patricia Hill Collins talar einmitt þetta í Black Feminist Thought, þar sem hún talar svona frásagnar aðferðina til að skilja í þekkingafræði. Og hún segir the narrative method requires that the story be told, not torn apart in analysis, and trusted as core belief, not admired as science. Og það þessi hugmynd einhvern veginn að með því að tæta hlutin í sundur og þá missum við sjónar af því sem skiptir máli. Og við kemum síðan aftur að þessu ég trúi þig, ég styð þig og síðan MeToo, að þá langar mér svona pínu, ég er ekki svona gagnrýna þau sem eru að taka fætin í dag með því að vera eitthvað fókusur á að segja ég trúi. Mér langar bara svona varpa fram í raun og svona ákveðin svona greinamönni á þessu tvennu. Og staðreyndamiðunin, hún einmitt svona það er svona ákveðin staðreyndamiðun og ég trúi birtist svolítið í því. Við erum að staðfesta staðreyndirnar sem eru að þessi stað. Þannig að við erum einhvern veginn að safna í sarpinn. Það er þessi viðurkenning á því sem áttist í stað, en síðan snýst þetta svona uppsöfnun staðreynda og þetta einmitt það sem Alyssa Milano talar stærð vandamálsins sem við erum að reyna að ná að birta. Og þetta mikilvægt. Ég er ekki að segja það. En mér langar að segja að í MeToo, með því að segja ég líka, þá birtist eitthvað annað. Og það er svona það sem ég vil kalla gagnkvæmni og þá birtist í raun og veru gagnkvæmni samband milli þess sem segir frá og þess sem segir MeToo. Og því að sú sem segir MeToo ekki bara að segja ég trúi þér, heldur líka að segja ég líka. Þetta líka minn reynsluheimur, þetta líka það sem ég lifi. Og það sem mikilvægt þarna það sem þessi hugmynd samhuglægni og hvernig raun og veru intersubjectivity, hvernig raun og veru samhuglægnin fara að skilgreina raun og veru hvað heimurinn og hvernig heimurinn og hvernig tengslin okkar að þarna birtist í þessu samhuglæga sambandi milli þess sem tjáir sig og þess sem þess sem hlustar eða þess sem bregst við með MeToo, að þarna verður einhver svona mögnun, svona magna seið, var ég að hugsa svona mögnuð upp ný tilfinning fyrir veruleikanum sem síðan verið að í einhver svona gagnkvæmu sambandi að myndast og þróast. Þannig að í þessu ástandi, það sem staðreyndir stöðugt við fengar, að þá er svona eðlilegt að við förum og segjum ég trúi ég styð þig, en það sem mér finnst MeToo einhvern veginn á að fanga að það ekki bara spurning hvað
við heyrum og sjáum og skynjum og vitum, heldur hvernig við sjáum, skynjum og heyrum og vitum. Og þá kem ég hérna aftur að þessu hérna sem voru með áðan, að ég myndi vilja segja að sko í þessu hérna prósessi, þar sem þessi hérna massi, MeToo-massin sem segir ég líka, sem sko, við erum kannski átt ykkur á því, það megnið af fullyrðingunum sem koma fram. Skiljið, það koma frásagnir og sér kemur fullt af fólki sem segir MeToo. Og það massin, viðurkenningin, tjáning, samfélagslega reynsluheima, þetta, svona raunveruleikinn og þetta hefur áhrif á hvernig við skiljum bæði objekthliðina og subjekthliðina í okkar. Það einmitt út af því að við höfum ekki, þetta hérna hefur ekki skilað sér út í samfélagið einhvern veginn, sem að við þurfum að snúa þessu hérna upp í trúi í stiði. Þannig að ég kem hérna aftur að hérna þessari djörfu frásögn, eða þessari djörfu fullyrðingu minni hérna, að þá langar mig kannski að segja allar frásagnirnar ekki, ég ekki að tala reynslunar, ég ekki að draga þær í efa, þær allar hann til staðar sem hafa komið fram í MeToo, allar það sem hafa birst, þannig að ímyndum okkur bara að að það hafi bara hitt þannig á að allar þær sem ætlaði að tjá sig þetta, að þær hafi í raun og veru hafi líðið illa með að segja frá sínu persónulega lífi, en fannst þetta mikilvægt og ákvað að tjá samt eitthvað þetta, skáldaði eitthvað, að þá það sem skiptir máli MeToo-ið, viðurkenningin og reynsluheimnum, raunveruleikunum. Þannig að ósannar þurfum við að setja hérna innan gæsalappa, því að það spurning hvaða sannleik þurfum við að fanga, hvaða sannleikur í frásögnum MeToo-sagnanna sem nær bara tegir sig út fyrir sannleikskildi hverrar frásagna fyrir sig. Það verið þessi og mikilvægi þess. Og þá kemur þetta með þetta samfélagslega mikilvægi, það það að þetta spilar inn í fara þetta þessa hugmyndu mögnun á tilfinningum fyrir veruleikanum. Heyri, pæli hvað cool að hún akkurat, hún 12:42 sem eiginlega akkurat viðmiðið sem ég átti að nota. Herri, takk kærlega fyrir. Herri, takk kærlega fyrir þetta frábæra innlegg og bara segja sjálf frá þá náttúrulega bara ótrúlega mikið að nýjum hugtökum og pælingum sem að komu fram og bara mun taka mjög langan tíma að melta. En ef það eru spurningar þá væri núna mjög gott að rétta upp hendur og ég reynir svona að benda á ykkur fallega kurteislega þetta viti. En þú kannski byrjar? Já, gjör svo vel. Já. Takk æðislega. Þetta alveg rosalega mikilvægt. Og mér langar svo mikið til þess að ég segi því ég hef tekið þátt í réttindabaráttu fatlaðs fólks og tekið þátt í að stofna og skapa vettvanginn Tabú þar sem fatlað fólk fatlaðar konur að segja frá sinni lifðu reynslu. Við erum mikið til að koma á framfæri og einmitt til þess að við höfum verið að tala vitundarvakningar endalaust, þetta að stofna þessa samkennd og opna veröldina fyrir ófatlað fólk til þess að skilja hvað fatlað fólk að upplifa. Þess að við séum í MeToo. Og mér langar svo kannski til þess að spyrja þig, því að þetta eru hvítar konur sem stíga fram og þetta hvítur massi sem kemur og stígur fram og segir MeToo. Og auðvitað eru allar konur að það undir og fatlaðar konur geta líka sagt MeToo á svo marga
í rauninni að stíga fram í baráttu og við höfum að vera svo þakklátt fyrir þá sem byrjuðu í baráttu. En skilurðu, það er þetta efsta lag sem það er viðurkennt, þær viðurkennt. Hefur röddina, já, nákvæmlega. Já. Og svo þá við sjáum það líka í Black Lives Matter, erum við að sjá sömu viðurkenningu í öllum þeim sögum. Þetta bara annað, það hverja. Já. Þetta sko. Samfélagi spilar hann svo svakalega. Já, ég náttúrulega, ég er ekki að búða neina lausn hérna, sko, ég er ekki komið þangað, sko, og heldur bara einmitt að takast á þetta og einmitt þessir valdaþættir eins og talar sem og svona valdastruktúrar sem kannski svona endurskapast í svona prójektum eru alltaf að fara að koma fram. Við þurfum alltaf, og það sem er kannski áhugavert og jákvætt við nútíma feminisma sem einmitt hvílir á herðum Patricia Hill Collins meðal annars, þessi áhersla á intersectionality, að við þurfum að taka til greina alla mögulegu þættina, af hverju við erum til dæmis feministar rosalega mikið með þetta, að passa sig að tala fyrir fötluðum, tala fyrir transfólks líka og bara þessi svona breytt sem við erum að reyna að tjá og þá einhvern veginn kannski að endingu kannski óvinnurinn. Ég var svona glæra, Cynthia Enloe var fyrir nokkrum árum að halda erindi og hún var að tala bakslagi gegn MeToo og þá talaði hann bakslagi kæmi frá reasonable men, skynsömum köllum og mér finnst það alltaf svo gott, því að þetta í raun og veru það, birting þeirra í samfélaginu að vera skynsamir. En það sem við náttúrulega erum að reyna að gera og það sem Patricia Hill Collins að gera að segja, hvers skynsemi? Hver er þessar skynsemi? Hver er formgerð hennar? Hver ákveður hvað er skynsamt og hvað ekki og hvað svona? Bara til þess að mikla þessu, og ég minna á það að konum sem stigu fram í Nýjabæ, munið eftir þessu fatlaða konu sem urðu fyrir kynferðislegu áreitni af þeim sem voru að reka Nýjabæ, Austan. Fyrir dómstólum var þeirra vitnisburður gerður ómerkur. Já, þetta er mól, nákvæmlega. Já, algjörlega. Það eru fleiri spurningar? Já. Þú gerst vel, já. Bara svona aðeins í beinu, ég held að hafa verið aðra undan mér. Það er alveg beinu framhald, sem hún var að segja, það er núlað út á dómstólum. Við varum að hugsa til við sáttmála í kosningabaráttunum þar sem var mikið talað um þetta ryðja Hæstarétt. Já. Og ég sagði með mér, af hverju kom ekki alltaf konur fram og segja bara ryðja dómstólana? Já. Það var eitthvað ekki. Gjörðu svo vel. Með þetta ryðja dómstól þar sem vitið að þjóðundisögn þá rundum við dómstóla samkvæmt lögum í Grágás. En ég hef einstaklega þakkað fyrir mjög þarfan og góðan fyrirlestur. Sem reynslubolti í þessum efnum, þá hef ég mestan áhuga á að finna lausnina sem var ekki erindið. Því að ég einstaklega sagði, veröldin hættulegur staður að vera ekki vegna illvirkja manna heldur vegna allra hina sem láta þau viðgangast. Það finnst mér vera stærsti vandi og upp á líka að breyta heiminum. Hitler hefði aldrei gett álokkun einu, Stalin ekki heldur, Björn Vignir með sín 50 fórnunum heldur ekki og lögin ekki að virka. Þau til dæmis, ég ítrekaði allstaðar að það eru 1000 Íslendinga sem get ekki leita rétta síns vegna fyrningarákvæða. Það er vandinn sem allavega að hjá mér var stærsta ástæða sem ég steig fram. Samúð, sá eiginleiki að geta sett sér í spor annarra, spurningin þessi, upp á að geta hugsanlega hvort það sé hægt yfir höfuð að breyta heiminum. Hvað er mörg prósent heldur þú er búið að rannsaka það sem yfir höfuð hafa getu til þess að setja sig í spor annarra, hún kallar það samúð samkennd, þau finna til með. Það finnst mér vera mjög áhrifandi spurning.
Ef ég bæti við, það sagt að 1-2% manna séu barnaníkar. Því mér getur þess ekki þar sagt að hinn séu hafi samúð. Veistu svarið? Hvað búið ofluti mannkins yfir einhverju samúð? Ég myndi segja að eiginlega langt flesta okkur búið yfir samkennd eins og ég skilgar hana Þegar það þessi eiginleiki að þekkja. Þú veist, sá sem pyndir þarf að vera með mjög góða samkennd til þess að vita. Já, nei, ég vil segja þessi eiginleiki til þess að skilja í raun og veru, til þess að ég geti verið effektífur pyndari, þá þarf ég að vita hvernig ég get valdið öðrum sársauka, skilji. Þannig að það er ákveðin eiginleiki sem við ef við tökum hann fyrir út. Síðan þessi spurningum samúð eða meðlíðan eða geta fundið til með öðrum sem er síðan annað og flóknar fyrirbæri. Ég veit að þetta hefur verið rannsakað einhverju leyti en ég bara þekki það rannsóknir ekki mikið. En ég bara er ekki mitt inntaki, er ekki uppháðan í bókina hennar Fríðu Ísberg, það er svona samkennda próf, þá þurfa allir að taka svona test og svo er þingið látið taka þetta og það eru reknir á þingi fólk sem nær ekki markinu En mér finnst þetta alveg í raun og veru þú veist, eins og segir þú segir þú ert að leita að lausninni og ég er alveg líka að leita að lausninni en ég held hún sé bara ekkert einföld og við erum búin að vera að tala um þetta bakslag, við erum oft að tala um bakslag í og ég held að bakslögin er ekki eins mikil bakslögin sem við höldum. Þetta er bara það að MeToo-hreyfingin, hún hefur einhvern veginn, hún nær einhvern veginn opinberri umræðu, nær einhvern veginn að vera á yfirborðinu og á meðan þá erum við ekki að sjá botnvallið. Við erum ekki að sjá það sem er að gerast í samfélaginu og almenn viðhorf fólks í samfélaginu á meðan. Það er eitthvað dulið og það sem er bara að gerast er síðan þetta almenna viðhorf jafnvel er að rísa upp aftur og við erum alltaf í einhverjum svona díalektísku sambandi. Já, meðal annars, já. Það var ein spurning Já, ég myndi segja, það sem er, þetta með ég trúi, þetta er náttúrulega ekki fyrsta vitundavakningin í kynferðislega áreitni sem við höfum séð. Þetta er náttúrulega búið að vera fullt af þeim. Og í þeim hafa verið, komið upp svona, við trúum þólendum og okkur svona dót. Og ég myndi segja, að ég trúi, svo birtist núna í íslensku samfélagi, er litað af MeToo. Það er alveg, þegar Tanja Ísfjörð sem er búin að vera að berjast núna rosalega mikið kemur fram og segja ég trúi, þá er einhvern veginn upplífi ég allavega að það sé svona involverað MeToo í því líka en það sem ég var svona að reyna að kortleggja var í raun og veru svona greinamun á í raun og veru fókus á staðreyndirnar og einhvern veginn að teikna upp massan og vera eitthvað og síðan hinu að í raun og veru ná einhver svona gagnkvæmni sambandi milli þolenda sem í raun og veru nær að mynda sin eigin massa sem skilur heiminn á einhvern annan hátt, sem er einhvern svona mótvægi við skynsömu kallana, Ég er bara langar að koma einn punkt þegar ég fyrst fór í gegnum mína feministísku vakningu með þessi mál fyrir svona 10 árum síðan, að þá man ég eftir því að þetta að læra bara í trúi var svolítið allavega fyrir mér að læra einmitt að það er einhver að gangi gegnum upplifun sem að ég veit ekkert í raun og Já. veru gerðist eða staðreyndirnar en ég ætla að trúa því að þessi manneskja að þessi upplifun sé raunveruleg og það var svo mikilvægt fyrir mig manni að segja við trúi Já. og mér fannst að mér fundist að vera ekki staðreynda heldur vera í raun og veru upplifun á nálgun. Já, það er alveg góður punktur.
Ég líka, sko, svo hef ég líka velt fyrir mér, sko, greinamuninum á, sko, þegar að vinkona mín kemur til mín og segir, herri, ég með MeToo-sögu, ég lenti svolítið hræðilega helgina og ég segi, ég trúi þér við hana. Það svolítið ólíkt líka heldur en þegar við erum á Twitter og ég bara þetta bara einhver algjörlega random manneskja og ég segi, ég trúi, sko. Og það svona ákveð svona element sem kannski líka verðt að hafa í huga. Er ekki Irma líka? Það kemur fyrir bara alls staðar núna. Já. Það sama í hvaða fæi bókstaflega. Já. Og neuroscience þess sýnir að það ekki allir með þessa tilfinningu. Já, en það spurningin sko, hvað er það að tala sko? Það er það sem ég var kannski líka, sko. Það bara þetta fólk getur ekki skilja. Já. Irma? Já, það er framhald af þessari umræðu að tekja undir þetta að vitnisburðurinn gildur leið og ég segi sko að ég trúi vitninu. En ég vil ekki bara minna á í sambandi við konur með fötlun og það hvernig þær stigu í MeToo og það var með gríðarlega öflugum hætti einmitt þögg sé tabú vopnum að það gerði það með því að segja samfélagið ekki tilbúið til þess að heyra frásagnir. Þannig að það stigu fram með þögg. Já. Og einmitt vegna þessara valdatengsla sem að það uppi af með hætti en við sem erum ófötluð. Og svo bara önnur spurning varðandi þetta að fylgja einhverjum inn í einhverja tiltekna reynslu að þá var hugsað til bókar Jacques Derrida, L'animal donc que je suis, eða sem hefur þýtt The animal that therefore I am, sem sagt, sem að Björn Þorsteinsson kannski kann. Að það er einmitt þessi spurningum samvinna með sem sagt dýrum og það hvernig við getum fylgt dýrum inn í einhver tiltekna samvinna. Hefur eitthvað þessi fyrir þér? Hvort að þetta hjálpa okkur að hugsa þetta samband okkur dýr og sambandsleysi? Já, sko, ég ætla svona að endurtaka hérna bara aðeins inn í mikrofónin svo það heyrist hérna og Irma var hérna að minnast á hérna hvernig tabú steig inn í MeToo með þögninni og því samfélag var ekki tilbúið að heyra og hérna og sem spyr hún út í hérna samkennd með dýrum og hvernig við skiljum dýr og ég er alveg mjög hallur undir það að segja að við höfum mjög svona djúpstæðan eiginleika til þess að skilja. Það er raun og veru sko og sko hún hérna Stein sem ég hérna vitna í fyrirfram, hún dregur þetta mjög skýrt fram sko að við höfum þennan eiginleika. En það er einhver svona, einmitt þetta og síðan svona förum við niður, eða svona erfitt að segja niður þróunastigann en við erum að skoða mismunandi tegundir af skepnum að ég tengi á mismunandi hátt við köttin minn heldur en ég geri við köngulóna, skiljiði. Ég er ekki með 8 lappir en ég er einhvern veginn með 4 útlimi og einhvern veginn, ég skil það samband einhvern veginn betur en ég held að við, sem sagt, þegar kötturinn minn það lendir eitthvað á loppunni á henni og hún meiðir sig, ég einhvern veginn, ég skynja þann sársauka og skynja þá upplifun einhvern veginn á sama hátt og þegar ég fylgi manneskju sem rekur sköflingin á sér í, það er eitthvað mjög svona sambarlegt í gangi þar. Ein spurning til viðbótar. Já, og ég er bara innlegg frekar. Það er bara að, og ennþá því að við mikið nota líka í sálgæslinni, hugtak það og það kemur einmitt eftir að máta nefnast með að það er ekki allir sem hafa bara burði, líffræðilega burði til þess að skynja empati eða þannig, skynja bara tilfinningar annað. Þannig að það er ekki von að menn komast að niðurstöðu orðið. Ef að menn getur upplifað það. En það er að leita í ásmiðjum, það er framta skilgreiningar líka til.
Já, og það sko, það sem ég myndi kannski segja að við getum skilgreint að, við gætum gert betur með að skilgreina það á nákvæmri hátt og þá getum við sagt, eins og ég myndi segja, sko, það sko, bara til þess að vera sko, fungerandi manneskja, að þá þarf að hafa einhverja birtingamynda samkennd. Þú ert einhver svona mjög djúpstæður psykopati ef þú ekki getur meðhöndla annað fólk sem lifandi vitundaverur, skiljiði. Já. Ég held við verðum að stoppa því nú klukkan orðin 1, þannig að við þökkum bara Gústafi kærlega fyrir. Ég langar bara rétt áður en þið farið að minnast á það að eftir 2 vikur, 28. október, næsti fyrirlestur í þessari fyrirlestarröð og þá það Katrín Garðar sem ætlar að vera með erindi femíníska þýðingafræði og dagskrána hjá Rikku, þetta nálgast á heimasíðunni, en það líka pósterar frammi með dagskrána á þessari fyrirlestarröð og við hvetjum ykkur eindilega til að fylgjast með. Ramma það inn og hengja þau? Já, bara geyma það undir koddanum og svona osmósa þetta allt inn. En við þökkum ykkur kærlega fyrir komuna og Gústafi sérstaklega fyrir þennan frábær fyrirlestur. Takk kærlega.